What's up, guys? Yes, welcome to the Christmas special. With me, and only me. I don't know. Cut this shit out. Looking good. Look at her. In here. Byrjar þáttinn? Nei. Ó, ég ætla að byrja þáttinn. Ég byrjaði eitthvað að blara svo eitthvað. Nei, þetta er of kjánalegt fyrir meira að segja mig, sko. Ok, Tristan það bara metur þetta. Nei, Tristan bara klippir þetta. Verið velkomin í jólaþátt með Glöðu Trúná. Ég heiti Elektra. Og Alexandra. Mér lakar frekar. Þetta var alveg bara svona, það myndum á svona jólaútvarpið í grunnskóla. Í Borgarnesi voru alltaf með jólaútvarpið. Ég var ekki með svoleiðis. Nei. En þú veist, þetta er svona, þetta er eins og jólaútvarp. Mér fannst bara eitthvað svo fyndið að segja hvað við heitum. In case you didn't know. In case you are new here. Já. Og þú ert bara í einhverjum holly jolly feeling að leita að nýju podcasti. En jokes. Við erum ekki með að taka podcast síðan í september. Það voru ógeðslega langt. Það var ógeðslega langt síðan út af því að somebody's just been way too busy. I don't know whom. En já, ég er búin að vera sem sagt bara til að gefa smá update. Ég er búin að vera í... Ég ætla að leika mig smá og vera nonchalant. Bounce. Bounce on the thing. Þess að ég ætla að leika verið... Svona ekki bara leika já, ég var sem sagt í 10 vikna námi í Reykjavík Makeup School, þannig ég er officially orðin ferðinafræðingur sem er so fun og ég ætla að leyfa kannski einhverjum myndum að fylgja og eitthvað svona og ég fekk viðurkenningu fyrir bestu mynd í Creative Editorial og ég mun láta það fylgja líka af því það er super proud of myself. Your pride and joy. Já, ég var svo upptekinn og þú veist, ég náði ekkert almennilega svona að æfa mig þannig þú veist, ég er bara ógeðslega stolt að ég náði bara þú veist, einhverju svona náði einhverju svona oh my god, it's so, I'm so proud of myself þú veist, að því maður má vera stoltur svona sér já já, og svo var ég í skóla ég er í skóla nei, þú hættir aldrei nei, hætti aldrei, ég er í skóla þannig ég var í dagskóla og kvöldskóla og það var bara honestly fucking hard og ég mun aldrei gera aftur ég veit að ég er alltaf að væla skólanina hvað ég er grenjandi og eitthvað svona bara you're gonna be saying way more of that þið er bara að byrja í snirtifræðinni sem er bara miklu meira krefjandi þannig ég er bara grenjandi miklu meira þannig bara stay tuned já, stay tuned, I hope you enjoy já, við vorum með nokkra hluti sem við ætlum að tala við þáttum í dag og við ætlum bara fyrst að byrja á fyrirgefningum. Já, afsökunarbeiðnir. Við erum báðar húðskammaðar eftir síðasta þátt. Við sögðum báðar hluti sem við áttum ekki að segja. Sem við hefðum ekki átt að segja. Já, orðin vitlaust. Og hérna, okkur þykir fyrir því. Já. Og, vilt þú fara fyrst? Byrja. Ok. Ég þarf að biðja hana Valdísi Björk Samúelsdóttur afsökunar. Hún mun örugglega hata þig fyrir hann. Litlu systur mín. Ég sagði sem sagt að hún hafi alltaf verið að segja þarna Dream guest on my podcast Karma's a bitch Karma's a bitch með hennar Jojo Siwa og hún vill halda því fram að það sé lygi. Hún byrjaði ekki að segja heldur Alexandra. Hún segir að ég hafi byrjað á því að vera eitthvað að segja þetta og hún verið að herma eftir mér. I know in my heart of hearts. Ok, ég er ekki að beðast afsökunar. Ég er bara að draga hana through the mud fyrst ég er hérna. Valdís og allir, ef það er einhver í bekknum hennar að hlusta, bully her about this. Og þegar hún var að segja þetta, I stand on it, 10 toes on it. Þetta átti að vera afsökunarbeðinni, I'm getting heated. Og því að ég man eftir henni að vera að segja þetta all the fucking time og vera að syngja þetta all the fucking time. Hún kunni dansinn, hún var að gera dansinn. Yeah. Og ég bara herma eftir henni og því var að gera grína henni. Og þú veist, þannig að þetta átti að vera afsökunarbeðinni en ég ákvað að gera það ekki. Fuck you, hún er Valdís. bara, þú veist,
hún bara influencing, skilur, þú veist, þetta bara þú veist, she is an influencer at heart, þannig að þú veist, takk þið frekar sem góður hlut. Ég er ekki beðast afsökunar, I'm doubling down on it og núna er ég að reyna að twista því í góðan hlut. Þetta var a rollercoaster og ekki afsökunar at all. Ok, ég ætla hins vegar að beðast afsökunar til kæristu míns, Kristján Rafn Oddsson. Þetta er að fara að vera svona afsökunarbeðni en, já, þetta er svo mikið nei, út af því að í síðasta þetta sagði ég eitthvað, já, mamma er ekki eins og með hárundur höndurum og ég held að það er sagt mamma mín. Já, þú veist, það hljóma eins ég segi, já, mamma mín er ekki eins og með, þú veist, ég tala óskýrt, ég veit það er ekki, it's a flaw I'm working on, it's my New Year resolution. Já, þannig, já. Og ég sagði eitthvað, já, mamma mín er ekki með hárundur höndurum og eitthvað svona, og svo kemur hann. Tristan, sett texta. Hún er að segja my man en ekki mamma þín. Já. Og hann kemur að brjálaður, þú veist, á, hvað var þetta, mánudaginn? Já, mánudaginn. Ég var vitna þessu. Já, ég var að gera læslift á Alexandru og svo var ég, þú veist, að gera neglurnar mínar. Og þarna, svo kemur Kristján eitthvað svona, þú veist, hvað, 10:30 kvöldið eða eitthvað. Og hann er bara eitthvað, já, betur hvað ert þú að segja, ég sé ekki með hár undir hendunum. Hann var brjálaður. Hann er fuming. Hann var hulking out. Hann var hulking the fuck out. Hann var brjálaður. Og ég bara, hvað meinar þú? Þú hefur sagt við mig að þú ert ekki með hár undir hendunum. Því að, I thought so. Because he said it. Og að því að ég man eftir að, þú veist, við vorum að, þú veist, fyrsta öðru deiti og eitthvað, svo vorum bara að tala hvað, þú veist, ég veit ekki af hverju, að ég fyrir vax og, já, ég bara tala þú veist, að ég fyrir vax og svona, og svo var hann eitthvað, já, ég vax alveg á mér undir hendurnar. Ok, sexy second date convo. Já, þú veist, whatever. En hann sem sagt, hann kom hérna, ég var vitnað af þessu, hann kom hinga og bara, hvað er þetta að segja fólki, ég sé ekki með hár undir höndunum? Ég er með hár undir höndunum, Ég er með hár undir höndunum. Þú viltu sjá, ég er með ógæslega mikið hár undir höndunum, ég er loðinn alls það, hvað meinur ég sé ekki með hár undir höndunum? Ég er loðinn alls það. Já, bara, ég er hárugur, sko. Ok, alright. You're not insecure about it, I can sense that. En svo fór hann, og svo sagði hann, já, en ég hef samt alveg farið í vax undir höndunum. Já. So what are we fighting for? Já. He's fighting demons that aren't here. Já, þetta meika ekki sæðis, það var eitthvað, já, þú veist, ég vaks alveg svona af og til með hendunar, ég bara... That's what I said! That's what I fucking said, þess vegna ég held ég að hann væri ekki með hárundur höndunum líka, þú veist, svo var hann eitthvað, ég átti eitthvað að kúri upp á mér, sko, þú veist, ég er oppir og ofan fyrir frá mig, komin ég sig með hárundur höndunum, ég er ekkert að horfa... Sorry, menni! Já, þú veist, þegar hann er byrjað ofan þá er það bara þegar hann var að sofa, þú veist, ég er búin að slökkva þetta skilur og eitthvað svona, kannski sjónvarp í gangi, þá vil ég voru lítið vera að sofa undir þessu handakreikunum á hann skilur þegar hann er ekki í ból, mér finnst það eitthvað disgusting að vera að byrja ofan svo bara, hey, hvað er chillaði hérna, skilur bara, en þá myndir við vita the status. Já, en þú veist, ég bara, ég hef aldrei pælt í því, ég hef aldrei horta, ég bara vennilegast að heimið er stráka að við erum undir höndunum eða við erum með hár undir höndunum, þannig ég er ekkert eitthvað svona, ert þú með hár undir höndunum ekki? Af því að I forgot about this, nema ég síðast þetta voru bara ekki að tala með það, ég man ekki sem af hverju við vorum ekki að tala með það, I'm pretty sure. Að við vorum, jú. Við gerum TikTok I digest. Digest er annað. Digress. Já, digest er digestive system eitthvað. I digest. Já, en já, þannig I was not wrong, þannig fuck you, ég hef fucking rétt fyrir mér. Þetta átti að vera apologies og við erum báðar hítið. Apologies took a round. Báðar voru eitthvað, I'm sorry for absolutely fucking nothing. What are we saying sorry for? Það var rétt fyrir okkur. Yeah. I'll never. Þannig you can take this apology and shove it right up your... Anyways, já, við erum sem sagt að gefa hvort annar gjafir í gjaf. Gjafir í gjaf. Gjafir í gjaf. Við erum að gera hvort annar gjafir í gjaf. Við erum að gera gjafir í gjaf. Að mér, gjafir í dag. Já, við erum að gefa jólapakka. It's a Christmas special. Já, það er 19. desember, þannig það er bara mjög stutt jól. Það er 5 mínútur í. Hún er fucking 5 mínútur í. Það er sturlu trafík. Vinkona mín spurði mig í gær, hey, áttu eitthvað eftir að gera, þú veist, ég eitthvað jólavesla og ég bara, no. Og ég eitthvað, hvað, vantar þig eitthvað? Hún eitthvað, já, ég þarf að vilja fyrir pappa minn, ég eitthvað, ok, þú mátt gera það einn, I'm not joining you on that one. Það er ástæða fyrir því að redda þess í november. Já, ég hef ekki farið út úr húsi að kaupa jólagjöf.
Já, ég kefti eina jólagjöf í Budapest. That's it. Og það var í október. Já. Þannig þú veist, you will not catch me að fara út að kaupa fucking jólagjöf. Ég kefti allt á netinu. Já. Ég kaupa alveg á staðnum, en þú veist, áður en að allir eru mættir og stressaðir. Þú veist, mér finnst það næst að gera þetta svona í róliheitunum að pikka út eina gjöf og eina gjöf. Takes hours, en þú veist, þá hef ég frekar a comfy cozy time. Þannig að you know who you are. Þú mátt fara ein í kringluna. Ég skal fara meira í janúar. Maður sjá, ef ég að byrja á spurningunum. Svo varum með spurningunum. Ok, á ég að vera með að þú er náttúrulega grandma og kannt ekki á Instagram. Ég er búin að finna þetta, hello. Ég bjóð til hérna. Hello! Hvað? Nú veistu hvernig ég er að kóta. Hello! Er þetta George og síða aftur? Nei, þetta er James Charles. Hello! Hann gerir alltaf svona hello! Það er ógæslega fyndi. I love James Charles. Ok, við skulum bara hafa á saman tíma og skiptast bara á spurningum. Já. Við erum að spurðum if you're not informed. Þá spurðum við sem sagt, erum við nokkra svona jólaspurningar, bara basically eins og Halloween þátturinn, og við spurðum, þú veist, erum við sjálfar með svör við þeim og spurðum ykkur, þannig að það er líka svona the community. Ég er að hvað þið eru að tjó jólin? Ég er að svara hérna e-maili á snirtibreyt svona send. Ok, busy bee. Já, þú var að segja, hún sagði sælar kæri dumur og velkomnar á snirtibreyt. Bara eitthvað svona svarið sem fórst þið ætlaði að þykja flossi, skilur, og þá munum setja reikning til að borga fyrir everything. Þannig. Yeah. This bitch, this diva, ekki bitch. This diva er að fara að vera snitsprengur. Ok. Fyrsta spurning var, ertu með Christmas traditions, og ég ætla bara að spyrja þig. Ég er með nokkra jólahefðir. Ég spurði, þú veist, inn á þessu spurði ég bara uppáhaldsjólahefðin, út af því að ég held að það sé allir með jólahefðir, allir flestar á Íslandi. Mín uppáhaldsjólahefð er skonsur á jóladag. Það er alltaf bakaðar skonsur á jóladag, heitt súkkulaði og svo er borðað leftovers af jólamatnum með. It's delightful, allir á náttfötunum og ég þarf ekki að fara út úr húsi. It's wonderful. Ekkert meira. Nei. Þetta var eitthvað meira. Ég er bara með spurningun, ég var eitthvað að lesa. Þú alveg sónar út. Nei, ég heyrði alltaf sem heyrði, sko. En ég bara einhvern veginn, ég var svo spennt að lesa eitthvað svona. Ég var bara, What are these people up to? Ég er ekki með neina jólahefðir. Hæ? Nei. Ég sem var eitthvað, það eru allir með jólahefðir. Like, engin? Nei. Er ekkert sem að gera á hverju ári sem að svona... Ég vinn. I like work. Ég er ekki með neina jólahefðir. Þú veist, kannski er eitthvað svona pappi með eitthvað mat, þú veist, næsta dag, þú veist, 2005. Þess mamma pappi. Þau aldrei eitthvað mat, en er það ekki bara venjulegt að það sé alltaf eitthvað svona matur daginn eftir? Á jóladag? Sorry, hvað er jóladagur? Það er bara aðfangadagur jóladagur, er það ekki? Já. Já. Nei, þá daginn eftir. Jóladagur er 2005. Já. Aðfangadagur er 24. Já, 24. Það 25. er bara með eitthvað svona hangikjöt, ég veit það ekki einu sinni. Bara eitthvað svona dude, matabóð, eitthvað. Bara við litla fjölskyldan, við erum alltaf svo lítil, við erum ekki mennir að hafa. Yeah, you guys are so skinny. Já, nei, við erum alls ekki með neitt, sko. Really? Við vorum alveg, þú veist, þegar ég var yngri eitthvað svona, en fjölskyldan hefur eitthvað nefn bara svona. Really? Já. Hjá okkur, sko, mamma mín er jólaálfur, þannig að það er alveg a ton of stuff sem ég geti sagt. En uppáhaldum mitt er bara skonsunar. Mér finnst það svo cutesy eitthvað, það er svo svona, það er svo heimilislegt. Ég elska það. Kannski jólahefðin mín að ég er alltaf með kornflakssköku. Ég gera alltaf kornflakssköku. Kornflakssköku? Já. Það er ógeðslega random. Ég veit að I'm obsessed with it. Ég gera á svona 5 sinnum á ári. Þú komst með það á opnun Luxa. Já, exactly. Ég elska kornflakssköku. Þú vilt bara afsökun til þess að borða kornflakssköku? Já, væntanlega. Það þarf ekki að vera tilefni til þess að ég þarf að fá með kornflakssköku. Ég gera hana bara whenever. Unprovoked. Elska kornflakssköku. En
Já, ég held, þú veist, já, ég ekki með eitthvað traditions, þú veist, pappin ógeðslega mikið, mamma var alltaf að vinna, þú veist, ég og mamma unnum í dúka saman og þá, þú veist, vorum við alltaf bara að vinna til, þú veist, 10:30 kvöldin, skilur, eða jafnvel, þú veist, eftir minnet þetta, ég var náttúrulega svo mikið að minna og það hefur bara verið þannig, þú veist, hún var hann í mörg ár, hún er ekki vinna lengur og ekki ég heldur, en, þú veist, þá vorum við bara, þú veist, það var aldrei tíma til að gera neitt, því við vorum bara fully working, en mér finnst það ekki sad, ég bara, þú veist, I am low-key a Grinch, þú veist það, já, þannig að ég er ekkert eitthvað, nei, ég er ekki með neina jólahefðir, æskilur við bara, ég er ekki með neina jólahefðir og, þú veist, já, I don't find it sad. Ég er að fara að dífa sörum á eftir og viltu vera með að dífa sörum, like, you gotta get in a holly jolly spirit. Já, ég skreyti piparkökuhús. Já, það er þetta mjög satt. Ég skal leiða myndina fylgja hér og ég vil að fólk votar hvort piparkökuhús er sætara því að mitt er sætara. Kristjáns er ekki flottari mitt. Allir að kommenta á strompin á húsinu en eldri. Herðu, sorry, ég held að þetta verið bara rétt. Ég horfði á kassan á piparkökuhúsinu. Ég er eitthvað, ok, strompurinn á að vera svona. Ég gerði bara strompinn svona og svo allt í einu var mamma eitthvað strompurinn er vitlaus, ég bara how the fuck er þetta vitlaus, ég sé ennþá ekki hvernig hann er vitlaus, ég sé það ekki. It's beautiful in your own eyes. Já, þú veist, ég sé ekki hvernig hann á að vera öðruvísi, þannig þú veist, ég bara Insane. Já, ég sé það ekki. Veistu hvað, ég vil lengi að gera hann að stromp, ég verið svona hálftíma. Oh my god. Only for it to be upside down. Já, nei, hann er réttur. Allir að kommenta á strompin. Ok. Tjekkum hvað traditions er með sem er slægtist, þannig ég fór út úr þessu Our people eitthvað sagði baka sörur og horfa á jólamyndir, sorry, hvað eru sör? Jú, þú sýndi mér um daginn. Sörur er það sem ég Já, þú sýndi mér um daginn. They are delectable. Já. Það eru uppáhaldskökuna mínar. Já. Ó, ég bara segi allt, ok. Eins að svo setja upp tréð og skreita það á Þorláksmessu. Mér mjög skrítið að setja jólatré svona seint upp. Það á að fara á Þorláksmessu. Í alvönni? Já, allavega ekki fjölskyldir í minni og það hefur alltaf verið, þú veist. Það er búin að eyða a fuck long of time, bara hours að setja upp. En þetta eru 13 dagar jóla. Þannig að það er uppi og það er uppi í þá. Hvenær er Þorláksmessa? Það er 23. Setja fólk í jólatré sitt upp 23. til að taka það niður bara 13 dögum seinna. Það er fucking wild. Það er alveg 2 vikur. Það er alveg wild. Þú veist, sérstaklega með ekta tré ætlar að vera með það í 3 mánuð og vera svo með bara svona stöngul hangandi einhvern veginn uppi í janúar. Þú veist, við erum alltaf bara með gervitré. Já. Þú veist, ég skilur fólk sem með ekta tré, því það er náttúrulega bara ekta tré. En, þú veist, mér finnst bara að 24. Leið kom 25. að maður bara taka jólatré niður. Nei, jólin er bara nýbyrjuð. Það er jóladagur sem þú ert að tala um. Sorry, 25. Jóladagur, þú veist, akkur heitir þetta jóladagur, þetta er bara aðfangadagur sem er jóladagur. Aðfangadagur? Ég veit að akkur heitir þetta þá jóladagur. Og því að jóladag, þú veist, þetta er bara jóladagur, aðfangadagur, þú veist. Það er jóladagurinn, það er það sem við erum að fagna jólunum. Nei, jóladagur er 25. Ég skil það ekki, akkur er þetta jóladagur. Í Bandaríkjunum og þá opnaði pakkan á 25. á jóladag. Við gerum það aðfangadagskvöld. Er það ekki það bara aðfangadagurinn þeirra? Það er bara jóladagurinn þeirra. Jóladagur er bara jóladagur. Aðfangadagur er bara aðfangadagur. Ég skil ekki okkur, þú veist, ég hef alveg spurt svo mikið á konum mér hvað borðið á aðfangadegi eða eitthvað svona, hvað borðið á jólun? Það er eitthvað, aðfangadegi eða jóladegi? Ég bara, what's the fucking difference? Annar er 24. Hinn er 25. I don't understand the difference. Fáum Tristan til að gera compilation af þér að vera confused by the fact að þetta eru 2 separate dagar. Ég skil það ekki, þú veist, jóladagur, þetta er bara aðfangadag sem að vera jóladagur, þú veist, eitthvað svona, já, ég verð á jóladegi þarna, þá er eitthvað, þú veist, jóladegi þarna, bara aðfangadegi, þú veist, ég skil ekki tilgangurinn að hafa aðfangadag á jóladag, þetta er bara annarkvæmt fucking dagurinn, þetta er ekki, akkur það mismandi hlutur. Hvers vegna er hátíðlegast hjá okkur á aðfangadag þegar við opnum pakkana en á jóladag víða annars staðar? Er þetta ekki bara eitthvað second day of Christmas? Nei, það er annar í jólum, 27. Christmas Eve og Christmas Day. What's the fucking difference? Það er Þorláksmessa, það er aðfangadagur, það er jóladagur,
Það er annar í jólum. Þetta er 4 Annar dagar. jólum ætti að vera bara 25. því þá er Nei, það er jóladagur 27.. annar jólum. Nei, Þetta er separate hlutur. ég skil það ekki. Mér finnst það bara aðstæðanlegt. Af hverju að hafa 25. Við fögnum 24. þannig af hverju erum við með 25. Þetta er bara einhver hlut sem ég meina aldrei skilja. Ég skil þetta ekki. Eða þú veist, ég er bara svona... Þetta er eins og ég skil ekki af hverju fólk nota ChatGPT sem sálfræðing, skil ég bara skil það ekki. Þannig þú veist, ég skil þetta ekki. Æ, fattur ég. Þetta er eins og við myndum setja 1. janúar sem gamlársdag. Nei, það er bara nýjársdagur. Það er gamlársdagur og nýjársdagur. Já, Alveg svo aðfangadagur og jóladagur. Já, nei, þetta er nýársdagur að þetta er nýtt ár. Já. Þú veist, gamlárs, skilurðu. Við erum að gamla árinu, nýárs, aðfangadagur og jóladagur. Same fucking shit! No, it isn't! Yes, it fucking is! Ég er að hýra þetta. Hörðin er þannig. No, I'm staying clean. I'm staying clean. I think I'm finally clean. I'm staying clean. En já, ég skil það ekki. Ég skil ekki hvað þú skilur ekki. Nei, ég bara tölum um hana. Bara, af hverju bolludagur og öskudagur sé ykkur dagurinn? It's making me pissed off. Og Af því það er bolludagurinn og það er svo öskudagur. Já, aðfangadagur er dagurinn sem... Aðfangadagur þess að við opnum jólapakka og fögnum upp á jólinn. Já. Það er svo jóladagur. Já, þá ertu bara að geta skósur. That's a fucking retard. Já. Hvað sem er þetta alltaf því? Ég ætla að segja. Nei. En ég veit ekki hvort ég með segja. Let's not. That's not. Allavega hana. Það er weird. Allavega og svo sagði eitthvað hérna part 2 part 2 MPR fun hvað er það? MPR fun, þetta er alltaf sama orðið Part 2 horfum við öll saman á jólamynd og kósi hvað þýðir það? Ég veit ekki hvað part 2 þýðir en það er rosa næs að horfa jólamynd saman á að kósi svo lengi sem að part 2 hefur ekki ómikið áhrif á stemminguna. Þetta er MPRFUN hvað þýðir þetta? Líka af hverju part 2 byrjuðu sagðan kannski einhver tvisvarsinnum. Nei? Oh. Ok. Yeah. Er þetta fyrir en segin eða bara er þetta ekki ef að þú manst eftir að hafa skrifað þetta og ert að hlusta á þetta please send okkur línu og láta okkur vita hvað part 2 er. Svo sagði eitthvað möndlugreitur. Við erum ekki að reyna að búlja þig. I'm just genuinely curious. Möndlugreitur. Hefur hún sagði lesa á pakkana yfir aðfangadag. Yeah. Er það bara hefð? Já, að lesa á þá skilur og að vera búin að pikka og pota yfir daginn og svo þegar aðfangadags kvöld kemur og þá svona low-key veistu hver á hvað og því að þú ert búin að svona aðeins að það veist. Skilurðu? Já, ég bara next one, skilurðu. En núna er ekki, þú veist, við erum ekkert með nölgurinn að krakka jólinu okkur, þú veist, nú er ég náttúrulega eldri. Þú ert krakkinn. Ég er krakkinn, þannig þeir alltaf bara eitthvað, þú ert að pakka, ég bara, why do I have to do that? Og til þú mér finnst ekkert gaman lengur. Þannig þú veist, við erum núna bara, við stóðum bara og svo ég get bara, skilurðu. Rífast yfir stærð jólatrésins þegar við sækjum það. Sterkar skoðanir yfir í hvaða tré á að vera, hversu stórt á að vera. Kristján segja jólamorgumatur á jóladag. Yes! Jóladag. Ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvað þú skilur ekki. Ég skil ekki, ég má bara ekki skilja. Farið í kirkjugarð hádegið. Ok, psycho. Nei, joke. Ég er að djóka. Við gerum það alltaf á jóladag. Farið í kirkjugarð? Já. Af hverju? Þú veist, kíkja að mafa, skilur. Oh my god. Fara með, þú veist, kerti og eitthvað svona. Merry Christmas. Nei, það er Merry Chrysler. Merry Christmas. Nei, það er mjög cute. Ég var bara að djóka. Ég er náttúrulega, I just kid, you know, I always kid. You are a crazy girl, you know. I always like kidding. You are a silly one. Já, nei, já. No. Hvað er versta jólagjöf sem við fengið
og frá hverjum? Maður á ekki að vera vanþakklátur. En það er tvennt sem er datt í hug Já. sem ég hef fengið. Mm. Annað var gjöf sem er kannski ekki sjálfur sér ekki slæm en kontekstið gerir það verra. Við fyrsta kærastanum mínum. You know who you are. Nei, I'm not beefing with him. Við höfum mætt honum í bænum einhvern tíðan þegar við vorum saman, það ekki? Já, það ekki. Já, ég held það. En hérna... Ég má bara eftir Rahul. Our best friend. Our bestie. En ég hérna var grænmetisæta og búin að vera grænmetisæta í mörg ár. Og hann gaf mér leðurhanska. Svo svona, okay. Thanks. Feel conflicted. I love that. I love that. Og svo fekk ég einu sinni frá vinnustað og þá fekk ég gjafabréf á vinnustaðinn. Það fucking suckar. Ef þú ert að reka fyrirtæki, ekki gera það. What the fuck? Og svo að mynd af, þú veist, like the CEO á jólakostinu og ég var alveg bara svona... Og ekki að það skrítið. Það er það. Það var weird. Þannig að maður á að gera vanþakklátur en þessar tvær. Þegar ég var svona 10 ára, eða 9 ára, ég man ekki hvað ég var gömul, þá ég bað iPad. Ok, expensive. Já. It was so hot then. Ég bað iPad. Ég meina alltaf nakka iPad. Ég meina nakka bara, iPad. You would fuck up an iPad today, sko. Og ég fekk Samsung spjaldtölvu. You can imagine hvað ég fór í mikla fílu. Annars hef ég alltaf fengið ekki að gjafir. And I was a kid. Og ég var mjög pyrrð. Það er svona að fuck skip. Ef þið vissu það ekki, þá er hún yngsta barn. If that ain't the most yngsta barn shit I ever did here. Nei, ég veit það. Það er ástæðan okkur ég er að segja þetta. Að ég er alltaf ógst þakklátt fyrir alla gjafirnar mínar. Og þetta er svona eina sem ég var bara eitthvað. Það var ekki name brand. Þetta var, nei, sorry, fucking spjaldtölva. Hvernig, þú veist. It sucks. Hver veit Samsung spjaldtölvu að specifically... Ef það er ekki mynd af hálf bitnu epli aftan á þessu, I'm not using it. I'm jokes. And I was a kid, þannig give me the benefit of the doubt. The concept. Já, en svo var ég að eiga krakka og vera eitthvað, þú veist, ok, ég ætla, I'm gonna put in a big gift this year, ég ætla að gefa henni spjaldtölvu og krakkin sé bara... Já, einhver hérna sagði, fekk tannbursta frá Tengdó. Nei, sko, það er versta. Fekk tannbursta frá Tengdó. Oh my god, I'm so sorry. Það er so sad. Here you go, you stanky bitch. Þú ert að gefa syni mínum eða dóttur mínum tannsteina, you with your stanky ass. Oh my god, það er so rude. That is so rude. Frá Tengdó. Hún er ennþá að fyrstu með þessum. Já. Ég held að þetta sé bara sama Tengdó, ég veit hvað þetta er. I'm so sorry. Ertu búin að vera að nota tannburstan? Hope you are. Oh my god. Fekk hamstur sem titrar frá afa skríti. Hey, yeah, what do you mean? Frá afa skríti. Hún gerir, fekk hamstur sem titrar frá afa bil skrítið. Skrítið. Bandstrik skrítið, innansvega skrítið, eða eitthvað. Now what do you mean? Hamstur sem titrar. Now where he buy that from? Svona dóta hamstur kannski. Eins og Zuzu Pet. Kannski. Áttir þú Zuzu Pet? Já. Já, þetta er svo leis. Já. Hún er kannski tala þannig. En hann titrar ekki, hann labbaði, hann hljóp. Hann gerði ekki svona... Hann svona sneri sér og svona... Já. Brrrt. Já, og svo... Já, og hann gerði svona einhver svona ding-dong hljóð eitthvað. Ég átti ógeðslega mikla svona braut fyrir þá. Ég átti bíl fyrir hann. Já, ég gæti sett hann í litla bílinn og hann svona gerði hann. It was so cute. Memories. Hvað eru Zuzu Peti mín núna? Kristi segir prjónu peysa 3 númerum og lítil. Dropping hints.
hann var náttúrulega bara a big kid hann var a big kid ég vona hann hafi ekki fengið þetta þegar hann var big I think he did I hope he didn't that's poor sweet boy hún langar að vita hver gerða og einhver sagði hann nammi that's a good ass gift that's a good ass gift I would fuck that up ég fucking elska nammi svo lengi sem að, já ég aldrei verið fúl að fá nammi ég elska að fá nammi nei sko bróður minn gaf mér hann gaf mér í fyrra hann gaf mér 4 nokkuð kassa og ég var bara thank you beautiful það gift fucking beautiful líka og til þá þarfst ekki einu svona spáið það þú veist mun að kaupa delightful ef að hendi sponsaðurnu við förum í fleiri spurningar þannig að við glemum þið ekki þessi þáttur eru sponsaður af Luxa er snyrtiveru verslun á Suðurlandsbraut 52 og hann er líka vefverslun luxa.is og getur keypt það bil allt sem að þetta eftir í hug sem að kemur beauty við, það er til make-up hárvörur, naglavörur akryl, gel og akrygel við erum með Lasana við erum með Mistoko er nýkomið Mistoko oh my god, Mistoko ég var ekki búin að nota það áður I love it núna mála ég mig ekki án þess að vera með þú veist, brúsa með mér og til þá getur, þú veist, þrifið bustan áður en ég nota hann og verið vissum hann sér heim ég var alltaf með allt og krösti busta út af því að passaði bara ekki að spraya á það allt oft það þurrkur af lími í þeim fair enough að því að þú veist það sóttirins í þessu og það náttúrulega dries up, skilur fair enough en þú veist, eins og þegar ég er búin að vera með hann í töskun og svo leiðis já, þá er það að geta bara clean I love it þarna líka á mínúti ég hafði séð þetta áður og ég held að þetta væri svona geti gert það inn á milli skilur en þetta næri ekki almennilega að þrífa þetta er örugglega placebo no þetta tekur allt gangið út úr þetta er crazy ég elska þetta næs að taka skilur samt þeir eru náttúrulega make-bursta eða bronsubursta þá finnst mér næs að sápu þó en mér finnst bara erfitt að ná því úr þá en fyrir litla bursta kannski concealerbursta eða augnskuggabursta eða þú veist eyelinerbursta gorgeous also þú veist hún er förnafræðingur þannig hún er að fara að taka þetta way more serious heldur en við the commoners sem við gerum okkur sjálf ég þá náttúrulega að get in there og deep clean it ég sé ekki handþvott í náinni framtíð hjá mér og bustunum mínum en ég líka sett bara smetti á mér þannig að I love my Mistoko don't judge me fólk sem er ekki förnafræðingar þrífa ekki bustuna sína oft það er fucking disgusting það er alveg gross en þú veist þetta er bara svona það á að þrífa bustuna sína finnst mér max einu svona 2 vikum minimum sápu þó, já minimum not doing that shit ég ger á hverjum einstu sunnudegi not doing that shit okay just slap the filth on your face yeah já, we love Luxa it's so hard to say goodbye to yesterday þú þarf að klippa þetta út sko ég hugsa fyrir Luxa svo hugsa ég að ég andar hætt í dag og þetta síðustu dagurinn hennar þannig why not sing a sad song it's so hard to say goodbye to yesterday ok, ég er ekki að fara að syngja vel en við þurfum alveg að klippa þetta út sko no, that was hilarious nei, joke Tristan Tóra það er hvað gerir I found it hilarious en kannski var það bara on his line do people just like not like jokes anymore aldrei má maður segja neitt aldrei má maður segja neitt en já snap back to reality oh, there goes Rabbi oh ég var ekki með einhvern galsa við erum ekki einu svona að taka upp seint nei, actually, ég bara við erum alveg eins og Kristján sagði I'm getting my spark back you're getting your spark back og því ég hætti í kvöldskóla Electra gets her spark back ég era kom í jólafrí og ég byrjaði að vinna þú ert búin að vera að gera neglur I'm back you're back so and your ass got bigger pretty face and real nice figure sko, það er svo gaman þegar maður finnir lög við þú veist, a sentence ég sagði samt alveg, ég ætlaði að fara að tala með henni ensku fuck
en já, I'm back þangað til 7. janúar, þá ég aftur orðin miserable, þannig ég ætla að nýta mér það núna að get my weirdness out, get my laughs out, lols, yolos og ég joke, ok, ég hætt svo var hérna ertu með eitthvað jóla hot take ég bara varst það eitthvað sem þú bjóst til að ég skrifaði þetta Ég bjóð það til. Ég svaraði þess ekki. Ég bjóð það til. Ok. Mitt jóla hot take. Já. Og ég er búin að segja þér þetta. Ég sagði þetta þegar við vorum á endurmenturinn áskeiðin hjá Endi. Ef þú ætlar að syngja Santa Baby, þá þarftu að vera ok með það að reyna við jólasveinin. Getur ekki sagt Santa Buddy. Þú veist, var þetta ekki Michael Bublé? Þetta er Bublé. Bublé. Hann bara Santa Buddy. Það var líka svo mikið svona emphasis on the buddy. Þetta var bara svona no homo. Nei, þetta var ef no homo var í lag, þá væri það Michael Bublé Santa Baby. Lagið heitir Santa Baby. Já, þetta var líka bara ekkert svona eitthvað svona Santa Buddy. Þetta var bara Buddy. Nei, já, þetta var bara Santa Buddy. Já, big old pal. Þetta var fuck ass délegt lag. Þetta er mitt take. Ekki syngja þetta lag, þú ert ekki til að láta hljóma eins og að setja reyna við jólasvein. Nei, þetta fucking glatað. Hvað var þeim það að reyna við jólasvein? The subtle art of flirting with Santa. Fuck you, Bublé. Fuck you, Bublé. Nefna bara þessi eina lag. En mér langaði að heyra nefnilega fleiri hot takes og því að var eitthvað very heated með einn þetta. sagði ekki jólalög fyrir nýttis. Fact. Það er bara það á ekki vera. Sko, agree to, ok, fyrir mig er það ekki desember, það er november. Og því að eins og ég sagði, ég vil byrja að preppa fyrir jólun snemma. Gera þetta í rólegheitunum. Þannig að í november fyrir mér, ekki fyrir november. En ég skil hvað nú ert að koma hérna. Og því að, brúnaðar kartöflur er ekki málið. Brúnaðar kartöflur. Kartöflur. Ég skil það ekki. Ha? Brúnaðar kartöflur er ekki málið. Fílar þú brúnaðar kartöflur? Örugglega ekki. En þú veist, er það bara gert jólin? Já, það eru þess að sigruðu. Nei, held ég bara ekki. Borðar ekki? I don't think so. Ég meina, you know me, ég borði ekki neitt. Fucking neitt. Ég meit. Það þarf ekki að spila jólatónlist allan fucking daginn í búð. Sorry. I said it. Ég get það ekki. Ég meika ekki. Það eru til svo fá jólalög og það eru til svo fá góð. Það er til mörg jólalög. Samt, þú veist, ekki góð, æskilur. Og mér finnst svo erfitt að hafa jólalög gangi. Því að þú veist, það er ok, jú, þetta er mörg jólalög, en þú veist, þetta er oft bara svona covers, Santa Buddy og þú veist, og svona, þetta er svo mikið covers. Og það er fucking ass. Og ég kom með ég hata að vinna og ég þarf bara að setja jólaplaylist á laugardaginn. I did not do that. Þegar ég var á laugardaginum, ég gerði það ekki. Someone's not feeling very holly and jolly today. No. Ég sit ekki, þegar ég er eina vinna, I'll not be doing that. Sylvia, you can fire me. Ég er ekki að fara að setja jólatónlist. Já. Það er my Christmas hot take. Bara, þú veist, hefum við helmingina deginum og svo farið eitthvað annað og svo kannski blað, þú veist, let's take some pauses, let's take things slow, skilur við, baby steps. Let's take things slow. Já, let's take things slow. Let's relax a bit. Þannig já. Það er þitt take. Það er mitt take. Líka annað, þú veist, þessi fucking afslættir fyrir jól. Í alvörni, getur fucking hætt með þetta? Nei, ekki hætta með þá. Heldur að hafa einn stóran í staðin fyrir heilan mánuð af Black Friday. Já. Black Friday, 17. november til 20. desember. Shut the fuck up.
Það er Black Friday tilboð fram á miðvikudaginn. Kauptu þetta jólagafta núna á þessu afslætti. Og svo líka allt að 50% afsláttur. Fake. Mér svo, Kristján, við fórum í weekday og hann eitthvað, það er alltaf 50. Ég bara, allt að 50. Ekki Þetta allt á. að vörurnar eru kannski að 5-10%. Og svo er ein á 50. Já, og svo eru útsöluvörurnar sem enginn vill kaupa sér. Það eru 50. Fucking idiot, sko. Það er bara, honestly. Og líka bara eitthvað svona, spara svona mikið pening, þú veist, þú ert ekki að spara jack. Þú veist, þú spara kannski, þú veist, eitthvað 2 skatti á 20% afslætti. Ef það er há upphæð, skilur við. This is nothing. Annað hot take. Fuming. Annað Christmas hot take eru, sorry, bara, nei, ég er hægt við. Elektra er að fara að berja hurðar. We gotta stop this. Ég er naglafræðingur, ég má ekki segja þetta. We gotta stop this. We gotta stop áður en hún fer að berja hurðir. Ég er naglafræðingur, ég má ekki segja það. Það var ég cancelled. Svo er hérna að það eru ekki jól nema að hafa alveg jólatré. I don't agree. Ég er ekki alveg upp við alveg jólatré. Nei, þú veist, ég er alveg fine with it. Þú veist, við fórum bara svona mikið svona gerfi alvöru Já, og þú veist, núna höldum okkur bara við gerfi because it's fucking pretty. Yeah. It's a white tree. Þú veist, við höfum alveg verið einhver með alvöru en þú veist, mamma er ónæmispjessið þannig að það hefur yfirleitt verið the downfall. Þú veist, she's cute. She's cute. That's cute. enough for me. Yeah, she's Þannig, cute. þú veist, já, þetta er, mér finnst það ekki þannig, bara, þú veist, mér finnst það vera ekki jól nema þessi snjór. Mér finnst það ekki jól nema ég fái skónsuna mínar. Mér finnst það bara, þú veist, eins og þá að vera, þetta að ég vera rauð jól núna, það er bara, ok, getum við ekki bara postpone eða, þú veist. Ég segja við, ég hef heyrt frábæra hluti um 25. desember. Nei, sko, ef það snjóa 25. þá skal ég fagna þá, sko. Nei, þú veist, út af því að ég horfi út og ég bara, það er ekki jól. Það er ekki jólulegt. Það er ekkert jólulegt, það er eitthvað sem jólaljós, en það vantar snjóin. Það vantar, þetta bara, þú veist, meter af snjó. Skrautið. Já, bara, þú veist, klakan, jábel, skilur við. Fuck you, nei. Bara, betra en ekkert. Bara smá klaka. Smá klaka í staðan fyrir ekkert. No. Ég segi það. Mér langar ekki þetta. Nei, en í staðan fyrir að hafa bara, eins og nú er ekkert á jörðinni. Ég er að lifa fyrir það. Ég er alveg að elska að þurfa ekki að keyra í klaka. Nei, þú veist, eins og ég og Kristján hefum náttúrulega skrítið jóla pippakökuhúsið. Og ég var bara, nei, þú veist, það er engin snjór, ég er ekki jólafíning. Svo snjóar, loksum bara prumpar skýin snjó. Og svo bara, þá er ég bara, ok, ef það skrítið, þú veist, þarna pippakökuhúsið í kvöld. Þá actually nefndi ég að því að it was snow. Because it looked festive. Já, þú veist, ég geti aldrei búið í útlöndum þar sem snjóar ekki. What the fuck are we celebrating for? Þú veist, actually, þá myndi ég aldrei celebrate it. Ef ég myndi búið í útlöndum þar sem var ekki snjó, ég myndi aldrei fagna jólunum. Oh my lord! Hvað ég myndi bara aldrei fagna þeim. Þú veist, ég skil okkur fólk sem býr á, þú veist, í útlöndum sem Íslendingar komið til Íslands fyrir jólun. Mér finnst það alveg crazy að fara til tenni yfir jólin. Það er galið! Bara, why would you do that? Hot take, af hverju fara til útlanda jól? Exactly. Why would you do that? Rannsókn er alltaf að reyna að fá mig til að fara til Thailands yfir jólin. Oh, never! Og ég, þú veist, þá er árið bara einhvern veginn, bara til, þá mynda bara lengjast. Hvað er það pointið í því að búa á Íslandi yfir veturinn ef ég fæ ekki jólin? Nei, ég skil þetta ekki, að fara til útlanda. Það er ultimate gulrótin fyrir að lifa af veturinn á Íslandi. Er það svona, ég fæ allavega jólin. Þú veist. Nei. Já, mun aldrei setja upp jólatré fyrir 20. des, psycho. Ef fjölskyldur ætla að gera jólahæðir má ekki tala um fótbolta allan tíman eða starffræði. Yes! Yes! Bara, ef við erum að reyna að hafa það holly og jolly, hvernig væri þá að ekki tala um fótbolta? Hvernig væri að ekki bring your boringness? Starffræði. Hver talar um starffræði? I know who this is og I know her family. Þau eru
ég elski ykkur. Weirdos. Þau eru bara með, þú veist, þau eru svona mathletes, skilurðu. Kallarnir í fjölskyldur eru bara, já, starffræði, ekki bara kallarnir. Í dag, reknaði ég út 50 sinnum x saman sem 2000. Þau eru svona flóknu háskólanámi með mikilli starffræði, bara, vistu, ég er að læra þetta. Hvernig er hægt að tala Við erum að reyna að vera holly og jolly. Af hverju erum við að tala starffræði? I agree. Hvernig er hægt að tala Ég veit það ekki, ég ætla að leika það, ég sé það bara ekki fyrir mig hvernig er þetta. Ég gæti ekki samræði starffræði. Nei, ekki nefna bara, hei, hvernig reiknar þetta dæmi? Já. Svona, cool. Já, mér finnst þetta ógeðslega erfitt. Eitthvað svona, þú veist, hvernig er þetta bara samræði? Einmitt. Það bara, ef við ætlum að hafa það holly og jolly, ekki mæta með boring conversations. Ég vil fá Holly and Jolie count á hennan þátt. Hún er bara að segja endalaust. Someone's not feeling holly and jolly. Nei, þú er bara að segja þetta þú er bara að segja þetta 7 sinnum á 2 mínútum, I swear to God. Ef ég ætla að hafa Holly and Jolie í jólin, skilur við? Ok, já, Holly and Jolie count. Já, ég vil hafa Holly and Jolie count. Vistu, ég er með Gisp count, alltaf. Já, það er fair, það er fair. Þetta er, já, ég tek þetta á mig, ég ætla samt ekki að hætta að segja þetta. Er ekki mikið fyrir jólumyndir. Same. Sorry, það er bara Christmas Vacation. Elf. Ég ætla ekki að segja fleiri út því að það eru nú spurningar sem verða að tala um jólumyndina en þú veist, what is wrong with you? Yeah. Ég er ekki með neina þannig. Það er næsta spurning var, þú veist, hvað er uppbóls jólamyndin ykkar? Já, hún er svolítið ekki skjálun okkar. Is she not? No, ekki að mín allavega. Þú veist bara eitthvað crazy. Það er bara eitthvað að reglast. Ég held það. Ég ætla að googla Christmas movie. Að því Kristján er alltaf bara eitthvað, það getur jólumyndir. Já, no, I don't want to. I don't want to do that. Mér finnst bara jólumyndir ekki skemmtilegar. Og þú veist, ég veit það ekki, mér finnst heldur ekki að Halloween myndir endilega geggjaðar, skilur þú veist. Someone's not holly and jolly. Nei, en þú veist, ég er núna að skrolla 100 best Christmas movies og ég bara er ekki að sjá eina interesting. Ok. Ég held kannski eina, og ég með 2 sem þú veist, það er ekki, jú. Mér finnst Why Him góð mynd. Já, það er það jólamynd. Það er jólamynd, það gerst á Christmas, þau eru að hitta hann út af það er Christmas. Ok. It's a Christmas movie. Og svo finnst mér Daddy's Home 2. Ok, weirdo. Og Loki Grinch. Mér finnst það góð mynd. She slays. Þannig að alvöru. Já. Mér finnst það góð mynd. Þú veist, ég er ekki bara að horfa hérna á Die Hard og A Year Without Santa Claus og Dear Santa og Christmas Carol og eitthvað bleh. Sko, ég setti þetta á storyið að spyrja hver eru uppáhalds jólamyndin ykkar og við erum sem sagt með hérna The Grinch, ekki teiknumyndin, þannig að they agree with you. The Holiday og Muppet Christmas Carol og The Polar Express, hún er reyndar weird as fuck. The Polar Express, mannst eftir henni? Nei. Það er svona, googlað hana. Þetta er alveg svona, þú veist, svona uncanny valley hvernig fólki lítur út í þessari mynd. Þau er alveg ugly. Já, oj. Það er ógeðslega creepy. Já, creepy. PTSD. Já, ég var alveg að segja þessa mynd. Þetta er ógeð. Þetta er fucking ógeðslegt. Ég horfði á þetta einu sinni, ég var krakki og aldrei aftur. Why do they look like that? Ég man ekkert eftir þessari mynd nema bara the people freak me out. Af hverju líka þau svona út? Af hverju eru þau svona? Hvernig var þessi mynd gerð? Nei, sko, ég geti fengið nightmares núna. Bara er ekki að grínast. Þetta er 2004. Og ég bara, þetta er fucking ugly. Þetta er gorgeous. Ég man ekkert hvað þessi mynd er. Ég man bara að they looked creepy as hell. En einhver hérna elskar hana. Your man segir Elf. Ertu ekki búin að horfa á Elf með Kristján? Tjekka það sem ég sendaði á Messenger. It's fucking funny. Þetta er honestly, þetta er bara scary. Nei, út af því að, þú veist,
þegar ég horfði á jólamyndir þá horfði ég á þær í grunnskóla þegar Hún var að senda mig myndir af þessu. Don't feel left out. Þetta er ógeðsleg mynd. Þetta er ugly, ég var að googla þetta núna, sko. Já. Þau eru ógeð. Nei, þú veist, við horfðum á jólamyndir bara svona í grunnskóla í tímum okkar og þú veist, mér fannst það bara ekkert nóg áhugavert að ég myndi að horfa á það seinna. Elf? Ég sá hann einu sinni í grunnskóla, ég þarf ekki að horfa hann einu sinni en út af því að, þú veist, I don't know. Svona alltaf Home Alone, þú veist, það er að fuckur ass mynd. Það er góð mynd. Yeah. En bara nummer 1, sorry. Eiginlega, þú veist, hún er náttúrulega bara besta myndin. Sleppur ekki 2. Hún sleppur alveg. Hún er fín. Já. Allt hitt er major downgrade. En þú veist, maður er búin að horfa á bara Home Alone það átt, maður nennir bara aldrei að horfa þetta aftur. Ég mun ekki horfa á hana fyrir nörgulegt svona 5 ár. Ég horfi alltaf á sömu á hverju ári. Já. Ég er með nokkra sem bara jólin er ekki komin fyrir en ég er búin að horfa á þessa. Ég var eins og með upp á þess jólaþætti samt. Hvað þetta er? Jóli Snædal? Nei, Tis Ræsin. Tis Ræsin? Tis Ræsin, it's Tis Ræsin. Það eru danskir jólaþættir. Mér finnst þeir mjög skemmtilegir. Elektra Melson. Það þýðir tímaflakk á íslensku og þeir eru svo skemmtilegir. Já, ég hef ekki verið í þessu, ég er náttúrulega bara svo ógeðslega lítið fyrir jóla. Mér finnst þú weird for that, sko. Ég veit að mér finnst bara að það er hægt að beila. Það er hægt að postpone it. Ég er alveg nettur grind, ég veit ekki okkur ég hef það, mér finnst þetta bara mest ekkert. Þú veist, mér finnst aðfangadag ekki það fann. Það er á þú þekkir ekki munun á honum og jóladag. Jú, vantarlega. Nei, þú veist, ég er bara svona, mér langar, þú veist, mér finnst svo leiðilegt að græja mig að vera ógeðslega fín bara til að vera heima hjá mér. Verstu það bara á náttfötunum? Nei, við erum ekki þannig. Við erum alltaf super duper fucking fín og svona, og svo er ég bara heima með, þú veist, my 5 people of family og ég er búin að vera hours að græja mig og svo, þú veist, það er bara, ég veit ekki, ég er bara svo ógeðslega lítið fyrir svona hefðir. Þú veist, auðvitað celebrate þetta gett mikið og það var svolítið spennt að ég var yngri en svo var ég bara what's the point? Þú þarfst að finna jólaandan aftur. Já, en þú veist, ef þú horfir á jólamyndir þá lærir hvað það er mikilvægt að finna jóla. Þetta var sjóin á pening í fucking heiminum. There, I said it. Get out. I said it. That's my Christmas hot take. That's neither holly nor jolly of you. Nei, við þurfum að fara að wrap up this episode og 54 myndir. Við þurfum líka að opna við ætlum að gefa gjafirnar. Já. I don't know if I want to give it to the Grinch. Ég veit ekki hvað ég er svo þeir eru poplíktina. Já, það kom alveg bara svo boom. Butter. Já. Sumir eru bara svona, and that's fine. En svo ég er ekki mikið fyrir ammali heldur. Ef ég geti sleppt því að myndi ég gera. Ég var ekki mikið fyrir ammali. Já. En þú veist, I'm getting into it. Þú veist, mitt, ég var alltaf stressuð já, því. Kannski verið miklu smettari fyrir sig þegar ég á börn. Já. Það er örugglega miklu skemmtilegra, en meðan er ég bara svona... Ég náttúrulega er 4 barnamóðir. Já. Þannig að... Nei, ekki svona. Já. Já. Ein af spurningunum var líka hver var versta gjöfin sem þú hefur gefið? Hefur þú gefið eitthvað áfóliða? Já, ég hef gefið bara a regift body lotion og... Ég hefði bara einhvern veginn að slap something together og þá var ég bara að hefði 2 body lotion frá Victoria's Secret og eitthvað svona, þú veist. Og svo regiftaði ég einhvern tímann einhverjum gjafakort sem ég fekk. I'm never gonna use them. Crazy. Var það spurningin á Pólunni? Nei, já, hver er upp á þessu jólamyndina þínar? Heyrðu, við vorum að tala um jólamyndir. Ég var að lesa í gegnum það núna áðan þegar þú varst að taka your little rant. Ég held að það væri bara að segja. Þú veist, það var alveg nokkri sem sagði Polar Express og voru bara... Já, ok. Þú veist, það var einina sem var bara Polar Express allan daginn á meðan við vorum að dissa... Hvað þetta er ógeðslega ljótt. Ég vissi ekki að vera að lesa, ég held að vera bara með þitt, skilurðu. Ég byrjaði á að koma með eitthvað að mínu. En... Ok, okkur. Getur við bring back okkur. Þú veist, Polar Express allan daginn, Elf, Love Actually, Grinch, Home Alone 1 og 2. Já, ok, ég vissi ekki að vera að lesa upp. Christmas Carol, Andrés Öndu version.
I'll see your Christmas Carol Andrés Önd version and I'll raise you a Christmas Carol Flintstone version. That's a good movie. Now what the fuck was that? Ég var að halda sér mér, ég var að halda inn með gespið. Ég skrifa samt eitthvað svona bara í okkar skjart, hvað er besta gjöf sem þú hafa fengið? Besta? En þú veist, ekki segja besta. Þú mátt alveg segja bara eitthvað svona mannst eftir sem var bara ógeðslega góð. Ég hélt að þetta hafi verið jólagjöf. Turns out að þetta var afmælisgjöf. But it's in the skjall, so I can't really change it. Þannig að við látum eins og þetta hafi verið jólagjöf. En þegar ég var í Noregi þá fekk ég skíði. Og það var delightful. Og því að þú veist, ég bjó í Noregi 1,5 ár og það er ógeðslega mikil, þú veist, það sem ég bjó allan var ógeðslega mikil svona gönguskíðamenning og voru allir á gönguskíðum og ég var ógeðslega left out og því að ég átti ekki svo les og litlu sískýri mín fengu út og því að, þú veist, þau voru minni og gáttu þá fengið láni gömul frá öðrum og svo fekk ég skíði reyndar afmælisgjöf en látum eins og þetta hafi verið jólagjöf. And it was delightful. Ég fór út og fórum á gönguskíðum öllum bænum og heitt kakó og eitthvað. It was wonderful. Þannig að við látum eins og hafi verið jólagjöf. Við látum eins og þetta var jólagjöf. Eitthvað sem ég nota þú veist daglega sem ég fucking elska er Chromecast sem Tristan gaf mér. Hann gaf öllum í fjölskyldunni bara Chromecast. Já, það er svona kuppur þú stingur bara í samband. Þú getur líka bara að tekja þetta everywhere. Googla bara Chromecast og það kemur fyrstýringu. Þetta er svo Apple TV en bara Chromecast. Já, fucking smart. Hann gaf bara öllum fjölskyldunni það og mér fannst það honestly awesome. That's smart. Veistu, versta jólagjöf sem ég gefi ykkur ég er alveg lúmst að fara að gera það í ár. I'm so sorry. Hope you like I wanna ban disown me as your sister. Ég hef ekki tíma að peninga verið að kaupa flottar jólagjafir fyrir systkini mín. Eða bara neitt. Þannig ég ætla bara svona I'm taking the easy way out of this one. You're giving hugs for Christmas. Ekki beint, en þú veist Næstu því? Nei, þú veist, þeir fá alveg eitthvað skilur en þú veist it's not a great gift. Ég segi að þú gefið Tristan bara free nails. Já. En já, mér finnst þetta fucking góð gjöf fyrir Tristani. Alveg bara, mér finnst það geggjuð. Og svo hef ég bara þú veist, ég hef alltaf verið bara ógeðslega sátt með allar gjafir sem ég fengið. Nema þegar hún fekk ekki iPad. Actually. Og sokka. Actually. Learn better. En annars, þú veist, eins og alltaf fengið bara allar skartgripina sem ég beðið skilja því ég bara með jólagjafalista og þú veist, ég hef aldrei hægt að skilja henninu ég held að bara ógeðslega sátt, þetta eru skartgripir þú veist, þetta eru make-up bustar þú veist, þetta er kannski spegill og svo my mini fridge, love that one. Mini fridge? Í herberginu mínu. Fyrir make-up? Nei. Ég er með svona Coca-Cola svona mini fridge sem mamma gaf mér. Gaf líka bræðum mínum. Það er fucking awesome. Og svo þú veist, hefing timbalskó og þú veist, bara mamma og pappi eru fucking great gift givers. Great gift givers. Og ég þú veist, maður fær alltaf svo mikið af jólagjöfum frá mömmu sinni og pappa. Þannig ég er aldrei að vera fucking muna hvað ég fekk og hvað er besta gjöfin, skilur. Að því að sátt með everything I've got. Til dæmis, talað gjafir. Bonk. Ég ætla að sýna. Ég var að gera neglir í dag á 2 króna og það er gafið með gjafir. Það er svo cute. Það er fucking cute, I love you. Bara þessi sem gaf mér þetta og hún var bara nýr kunni. Já, ég sá þetta storyinu með þér, hann hefði verið að koma bara í fyrsta skipti já, og bara skipti. Ég kom svolítið spennt á því að gefa. Já, hún gaf mér eitthvað 2 nammi og svo Nokko Junior og svo var þessi sem gaf mér eitthvað ylvatn og eitthvað krem og eitthvað annað ylvatn og ég bara, það er so fucking nice. Elska þegar þú veist, þessi er svona sem kemur svona, þú veist, 3 mánaða fresti eða eitthvað. Þannig hún er, þess að ég myndi segja hún sé fastakunni en ekki fastakunni. Já, svona regular, semi-regular. Já, hún er svona semi-regular. Ég elska bara þær sem þú veist, að nýrkunni og semi-regular hafa gefið mig gjöf. Þú veist, að því vanlega eru svona fastakunni sem komið mig gjafir eða eitthvað svona. Einmitt. Varst ekki expecting it? Nei. Cute. Þetta er svo cute. Líka bara,
bara eitthvað sem kemur, hefur aldrei komið og eitthvað sem kemur bara svolítið sjaldan, eða alveg frekar sjaldan og það bara, það kemur gjafir. That's so nice. Þannig ég gaf náttúrulega að gefa tilbaka, ég gaf til a goodie bag, skilur. A goodie bag, yeah. Já. Það er líka svo gaman. Ég held að myndi bara grænja og ég bara, no, oh my god, ekki. Það er svo cute, maður er svo þakkláttur fyrir þessu að fá svona litla gjafir. I loved it. En varst þú með eitthvað meira með in gifts? Ég var ekki með, nei. Einn gjöf sem ég vil koma á framfæri sem ég hef gefið. Jólamyndirnar af fjölskyldunni. Ég hitti fyrra. Af fjölskyldunni meina ég er Ansson og Nagurson. That's fucking delightful. You can put them on a screen. Og það er gorgeous. Það er gorgeous. Við vorum alveg nýbyrjuð saman þegar ég var eitthvað, hey, ég var að fara í myndatöku. Og það er sem sagt besta vinkona mömmu sem var sem sagt tók þetta, hún er ljósmyndari. Og ég sendi hann eitthvað, hæ, ég veit það er ekkert sérstaklega langt í jólin, en þú veist, ertu með eitthvað lausan tíma fyrir þetta? Og ég sendi henni innspóð og hún bara, hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Bara, yeah. Og þú veist, it's gorgeous, you can put it up here. Mér langaði bara að deila þessu með eins mörgum ég get. Þú að muna að a favorite of mine, að senda Tristan. Yes. Tristan, herra, ég var að gefa hvort annað gjafir. Yes. Á ég að byrja? Já, byrja. Það er alltaf yngri sem byrjar. Er það? Já, heima á mér er alltaf, þú veist, yngsta systkini. Já, það er eiginlega alltaf þannig, ég veit ekki eins og af hverju ég var eitthvað. Ég var bara svo. Among Us, it's just a fact. It's a fact. Ok. Nei. Til Eló, frá Lexu. Oh my god, so excited. Ég vona að þetta sé eitthvað fucking weird. It's a double one. Ég var alveg til að opna þetta á aðfokadegi, en hvað? Pappirinn var að vera búinn. Ég sé það. Ég vann að innpakka og þetta er, ég og Tristan unnum að innpakka gjafir. Are you seeing this, Tristan? Would you let this slide? No, you wouldn't. Við erum með Peppi, við erum með. Maður sjá, 1, 2, 3, 4. Þetta eru 4 límbönd. Ég náði ekki að floppa þessu líka sjálf. Nei, þetta eru 5 límbönd. Ég vildi ekki að þetta opna. Þetta eru 5 límbönd. That's honestly so funny. Oh my god, þetta er bara svo hurð. It's anger management on the go. Oh my god. Ég var bara ekki að tengja. Bara, cool. Já, ég var bara, oh cute. Ég bara var ekki að tengja. Fuck hvað það er hilarious. If you're angry on the go. Bara. Ég hef þetta núna with me at all times. Þessi er aðeins skárra innpakkaðar. Já, þessi er, hérna, þetta var það síðasta sem ég pakkaði inn á. Það var alveg bara the last bits and pieces. Oh my god, hvað það er fyndið. Oh my god. Byrju, er þetta eitthvað djóki? Þetta er extremely random, en ég sá þetta í Elko og mér fannst það amazing. Þetta er lyklakippu myndavél sem virkar. Virkar hún? Hún virkar. Þetta fucking kidda mig. Ég er ekki að setja þig, sko. Það á meira að segja líka verið að taka myndband. Rúglega bad quality, but still. Það er fucking funny. Þú veist, ef þú ert on the go og þetta er bara á lyklunum. Sound recording, mini size, instant sharing. Yes, instant sharing. Ég keypti næstu því svona fyrir mig líka. I think it's amazing. Oh my god. Nú leið mér ógeðslega illa hvað ég bara komið svona eina gjöf. It's fine. Við erum alveg á sama verði, en samt er ég bara svona. Yeah. Oh my god, hvað mér gengur illa annað þetta. Akkur er svo mikið tapes. Ég veit ekki. Settu þú teipa á þetta? Þetta var ekki ég. Settu þú Svona teipa á var þetta í búðinni. Ég setti skriljón teip á hurðina en ekki þetta. Hvað keyptir þú þetta hurð?
Þetta í söstrinu. Oh my god. Þau eru með svona... Þetta fucking fyndið. Þú veist, og það svona lítið hjarta á henni. So cute. Það fucking hilarious. Þau eru með svona lítil húsgögn og svoleiðis og því að þau eru selja svona litlar mís, svona jólamís og svona húsgögn fyrir þau. And she is so cute. Bokkaði tiny. Þetta fucking tiny. Áttu svona? Nei, en ég alveg, ef ég fæ ekki jólagjöf, ég setti þetta alveg á listan minn líka, because I find this amazing. Þetta bara með Þetta sko snúru myndavél. and everything. Þetta actual myndavél, nema hún passar á lyklana þína. Hún show the people. Hún fucking tiny. Hún svo sæt. Þetta það sætasta sem ég sé á ævibinni. Ætti að kidda mig. Hún Nei, svo sko. sæt. Ég líka fiktaði ógeðslega mikið í henni í Elko og því ég Já. var bara, no way. Þetta No það way. sætasta sem ég fucking séð. Girl, she made a sound. Og hún bleik. Það var það fyrsta. Röfði. Okay. Card not detected. Ég þarf að hafa SD-card. Ég heldur ég þarf ekki að kort í kaupa þessu? það. Nei. Það er voðalega mikið að setja hérna. The fuck is this? Ó já, það var hérna. Ó. Nei, Er ekki? nei. Ég þarf bara að kaupa Ok. SD-card. Oh my En god. sérðu ekki, þú veist, þú sérðu á, like... It's so cute. Oh my god, þetta er fucking besta gef í heimi. Oh my god, þú verður að taka upp footage af þér og bæta þig inn á þáttinn þannig að fólk getur séð an Já. honest review. Ég mun hafa þetta on New Year's Ég varð mjög og taka fokkinu upp. Ertu að djóka? Nei líka, þú veist, og því að mann langar, þú veist, þegar þú hefur tekið með myndavélina þína og er eitthvað svona, tökum myndir áður en fyrir í bæinn eða eitthvað og svo tímir ekki að taka hann með í bæinn út af því að you don't want it to get ruined. Já. Þessi er bara á leiklunum þínum. Svo fucking líka mér. She is gorgeous. Oh my lord. Ég var mjög spennt fyrir þess að ekki. Þetta er það sætista thing ever. Þetta er bara svo lítill korpur eitthvað. Hún er so precious. Þetta er svo bara líka líka bleik. Oh my god, hvað get ég haft mikið pláss í henni? Mini action camera. Þetta er fucking geðvegt. The keychain action cam that fits in the palm of your hand. Yes it does. Oh my god. Ó, ég er bara að fara þessu. Do it. Og ég vil fá your gift. Yes. Okay. You gotta open the card. Okay. Þetta er líka að koma... Hvað? Það kom alveg óvart hvað þetta fucking æðislega fucking card var. Was it? But it's like, it's so pretty. Þetta er ekki geggjað. Oh, he's so handsome. Já. Gleðileg jól queen. Vona þessi gjöf mun always bring you góðar minningar. Já. Yeah. Þessi er ekki með neinum götum í pappírnum. Nei. Þó að maður reddi sér. Hvað er þetta? What the fuck is this? No fucking way! Þetta fucking diamond painting af mér sem fucking villi og öskutar. Já. Þetta er bara the most creative gift I've ever given. Shit! Oh my god! It's a big one too. Hvað er þetta svo stór?
Þú getur opnað þetta óbyrði. Já, ok, steinarnir eru allavega Þeir eru pókast. What the fuck? This one's going on the wall for sure. Oh my god, það er líka margir steinar. Já. Þetta er að fara að vera verkefni sem stendur á borðinu jólin heima. Já. Fuck, that's funny. What the fuck? Yes. What the fuck is this? Oh my god. Oh my god. Wow. This might be my favorite thing in the world. What the fuck is this? Ég þorði ekki að opna sko, þannig þetta er fyrsta sem ég sé hversu skýr hún er. Ég vissi ekki að það væri hægt að fá þessa mynd svona skýra. Shit, that's funny. Skýr. Fuck, that's funny. Ég náði ekki að hafa það sem verður að halda skilur á byssunni. Já. Ég náði bara þetta. En þetta er alveg bara betra út af því að af hverju er andlitið svona stórt. Þetta er fucking ekki mynd. Fuck, that's hilarious. Tristan, þú verður að gera bara smá recap. Það er alveg fann, ég var alveg til að sjá það. Ég átti einu svona afmæli á öskudaginn þegar ég var krakki. Já. Og mér var alltaf sagt að, þú veist, það var alltaf eitthvað, viltu afmælisbarn? Já. I didn't want to. Og veistu hvað ég gerði? Hvað? Ég var Villi úr Sveppi og Villi. Hvernig gerður það? Varstu með hárið? Varstu með... How the fuck? Sko, þá var ég ekki með rannsam til að gera hárið mitt. Þannig að mamma gera mér hárið og í staði fyrir að nota bara, ég veit ekki, hárgerð eins og venjuleg mannska, þá nota hún egg og sykur. I don't know. Þannig að ég var á afmælisdaginn minn, þú veist, ég 9 ára eða eitthvað, labbandi bæinn með hárið mitt svona uppi, egg og sykur. Please segðu mér þessi myndaði. Það er til myndraði. Við verðum að setja það inn. Myndaði. Ég verði að fá það. Ég skal sýna þér það. Það er crazy. Og ég það sem að gera það verra eða betra, whichever way you wanna look at it, er bæði það, þetta er egg og sykur, þannig að ef ég gerir svona, að það var bara sykur. Þú veist, það var bara eins og ég væri bara með ógæðislega miklu fljössu. Laðist í jörðina í smástund. Já, þú bara actually dóst. Þetta er svo geggjum. Og hér er my card. Fuck, þetta er hilarious. Þú eru bæði með svona fucking hilarious. A little throwback. Yeah. Fuck, þetta er fyndið. Jokes. Ég er bara sjaldan verið stoltari af mynd. Líka þegar hún kom, ég var bara í kasti. Ég var bara í actually kasti. Bara fair enough. Gat ekki hægt að hlæja. Shit, þetta er fyndið. Það er svona þegar ég var að gera hóla á þörjunni minni, ég var bara... Ég get ekki sagt þetta. Ég get ekki sýnt ykkur þetta. It's so funny. It's gotta wait. Fuck, þetta er fyndið. Oh my god. Ég held ég hef aldrei hlegið svo ógeðslega mikið af gjöf. What the fuck is this? Þú veist, hvernig datt þetta í hug? Ég veit það ekki. Ég var bara eitthvað svona, ok, við erum að gefa, þú veist, budgetið var eitthvað svona 5 skall, bara ég bara, þú veist, ég bara eitthvað svona flip, þú veist, bara hard few months for me að vera í tökuskólum. Þannig ég eitthvað, ok, gerum það og gerum bara eitthvað svona flipgjöf. Shit. Og svo var ég bara, hvað er eitthvað sem ég hef gert tengi? Bara tengi eitthvað, þú veist, ég ætlaði að gera ból. Já, mér finnst þetta betra. Þetta er svo bara svona, út af því við tölum what the fuck is this? Já, við tölum alltaf hvað er svo fucking gaman að diamondpainta. Það er ógeðslega, það er svo næs og þú og mamma einu með eitthvað svona, þú og mamma einu búin að vera diamondpainta og blöblabla, skilur miðborgarnir sem með húteismyndir og blablabla. Þannig ég er eitthvað svona, why not just do that? Why not just... Ákveð ekki bara að sér hana diamond fucking painting af henni sem villi. Mér hefði ekki eins og dottið þetta í hug. Nei. Fuck, that's funny. It's
fucking funny. Bara Elektra, þú hefur oft fengið mig til að hlæja. Ég held að ég hef aldrei skrækt svona mikið. Ég hef aldrei séð hlæja svona mikið, sko. Ég hef bara aldrei verið jafn stoltur að gjöf. Fuck, that's so funny. Þetta ég held að, ég veit ekki hvort þú mynd nokkuð tíðan gefa jafn góða gjöf. Og þetta alveg bara, þetta er peak humor. Við þurfum að taka, ég þarf að taka sko myndaðar fyrir þess að mér bara já, með þetta, ideally með bleiku myndaðalinni. Þú allan að tekur mynd með bleiku myndaðalinni þegar þetta er tilbúið. Komið í ramma. Þegar hún verður tilbúin kem ég með hana í ramma og sýnum hana. You gotta show it, sko. Oh my god, þessi að fara að koma með mér til í borgar. Svo við gjafaleik og gefum einum hættum. Gefum einum hættum myndina. Einn heppinn áheyrandi. Ég held að það verið tölvöld minni þáttaka í þessum gjafaleik hendur en síðasta. Shit, þetta er fyndið. Fuck. Þannig, já. Þetta var jólaþátturinn okkar. Við erum komin way over time. Way over time. And fuck. Já, bara takk aðeinslega fyrir áhorfið og hlustunina og bara eigið þið gleðileg jól. Ég veit ekki hvort þessi þáttur kemur fyrir eftir jól, en vont fyrir jól. Eigið þið gleðilegan aðfangadag. Eða jóladag. Eða bæði. Og þetta eru 2 separate dagar. Við lærum öll eitthvað nýtt á hverjum degi. Maður lifir og maður lærir. Æjó. Stín, gleðileg jól. Gleðileg jól.